Flugvélinni sem fórst í Þingvallavatni í febrúar var lyft af botni vatnsins í dag. Hátt í 60 manns tóku þátt í aðgerðinni sem tókst vonum framar. Sífellt fleiri vísbendingar berast mögulega stríðsglæpi í Úkraínu. Forstjóri Mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna segir stríðið vera hryllingssögu af mannréttindabrotum. Lögreglan hefur lokið rannsókn á máli hjúkrunarfræðings sem grunaður manndráp á geðdeild Landspítalans og það komið til ákærusviðs. Rannsóknin ein sú umfangsmesta sem lögreglan hefur ráðist í. Hátt í 2000 manns búa í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt nýrri úttekt. Fjórðungur býr við hættulegar aðstæður vegna skorts á brunavörnum. Keppnisskap og leikgleði einkenndi keppendur á andarleikunum á skíðum á Akureyri í dag. Leikarnir eru nú loksins haldnir eftir langt hlé. Komiði sæl. Vinna við að ná í flak flugvélarinnar sem fórst í Þingvallavatni í febrúar á lokametrónum. Vélin verður flutt til Reykjavíkur í kvöld. Arnar Björnsson fréttamaður hefur fylgst með aðgerðum við Þingvallavatn í dag. Arnar, hvernig staðan núna? Í þessum töluðum orðum hérna fyrir aftan mig þá sjáum við að það er verið að hífa upp körfu með rafeindabúnaður úr vélinni. Hann er tekinn sérstaklega og gætt þess að hann þorna ekki þannig að rannsóknargögn spillist ekki. En hjá mér er maður sem er búinn að bera hitann og þungan af þessu. Rúnar, þetta hefur gengið kannski framar á honum? Já, þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel í dag og allt gengið upp og ekki bara síst að þakka öllu því góða fólki sem var að vinna við þetta. Eitthvað sem að koma á óvart í þessu? Nei, ég held að þetta hafi bara allt gengið meira meina upp eins og á að ganga upp. Það er náttúrulega hluti eftir sem er vandasamur að koma vélinn upp úr vatninu og vonandi gengur það eins og allt annað hefur gengið vel. Jónas, þið hjá Landhelgisgæslunni komið að þessu eins og margir aðrir. Þú hefur verið að bera hitann og þungan af köfuninni. Hvað er það erfiðasta við þetta? Þetta er náttúrulega fyrsti hlutin af þessu var djúpköfun og það er náttúrulega bara típi sem við erum hóst við og kuldinn þar. En það gekk, eins og Rúnar sagði, bara vonum framar og öll vinnan hefur gengið bara fumlaust og við erum bara mjög ánægð með hvernig hefur gengið hingað til. Ástandi á vélinni þegar að þið kíktuð á hana, hvernig var það? Hún er nokkuð heilleg. Það er svona, já, það lítið vel út. Þannig að þið ættir að sjá þá hvernig niðurstaðan verður þegar hún loksins kemur úr vatninu? Já, það nú var bara eftir að koma í ljós þegar hún kemur upp hvernig ástandið er á henni en við höfum reynt að leggja alla áherslu á að tryggja sem best framkvæmdina á því að tryggja sönnunargögn og annað slíkt. Hvað var hættulegast við þetta? Það er náttúrulega, þetta er erfið köfun, þetta er flókið, við þurfum að vera með mikla, við þurfum að gera þetta eins örugt og hægt er fyrir okkur og þannig að við skuðum engan eða... Ragnar hjá Samgönguslýsa, þið eru búin að vera með þetta á borðinu hjá okkur frá því að vélin fannst fyrst og eru búin að vinna örugglega hellingsvinnu með þau gögn sem þið höfðu þá? Jú, það er mikil vinna búin að fara fram nú þegar en það er samt þannig að við þurfum að fá vélina sjálfa til þess að svara ákveðnum spurningum og þannig að við erum afskaplega fegnir að það hafi tekist svona vel í dag. Ertu komið þau svör sem að þú telur þið þurfa? Nei, ekki ennþá. Hvað gerist síðan? Hvað verður langt ákveð til að niðurstöðu liggja fyrir? Það er erfitt að segja. Hver rannsókn er einstök. Það fer í rauninni bara eftir hversu umfangsmikið er. Þessi rannsókn er náttúrulega óvenjulega því leyti að við þurftum að bíðast eftir að komast í sjálfa fluguna í þennan tíma. En það sem tekur við núna er að þegar búið að hífa fluguna upp þá framkvæmum við svo kallar vettvangsrannsókn hér á svæðinu. Flugurinn er síðan pakkað inn og gengið frá henni á pallbíl og verður hún flutt í heilu lagi í skili rannsóknarnefndar Samgönguslýsa þar sem við munum síðan halda áfram með rannsóknina og hefja svo kallar frumrannsókn.
Takk fyrir það og við fylgjumst áfram með, það verður örugglega einhverju bið á því að vélin verði tekin hér upp úr vatninu. Það þarf að gerast á sérstakan hátt, þeir þurfa að passa það að gera það ekki með einhverju offossi. Vélin fer hægt og rólega upp úr vatninu til þess að vatni leiki úr henni og vélin hreinlega springi ekki. En við kveðjum hérna frá Þingvallavatni. Takk fyrir þetta Arnar Björnsson við Þingvallavatn og við snúum okkur að allt öðru. Hryllingssaga af mannréttindabrotum. Þannig lýsir Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna stríðinu í Úkraínu en sífellt fleiri vísbendingar berast stríðsglæpi í landinu. Undanfarnar vikur hefur rannsóknarteymi á vegum lögreglunar í Úkraínu ferðast stríðshrjáð landið og rannsakað mögulega stríðsglæpi innrásarhers Rússa. Niðurstaða úkraínska rannsóknarteymisins rímar við þann fjölda ábendinga og kæra sem koma inn á borð ríkissaksóknara Úkraínu. We have from 7,661 criminal cases only about war crimes and more than 3,000 cases which are connected with war crimes. Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna fylgist sömuleiðis grannt með gangi mála. Forstjóri stofnunarinnar Michelle Bachelet segir frásagnir íbúa Úkraínu hryllingssögu af röð mannréttindabrota. Over these 8 weeks, international humanitarian law has not merely been ignored, but seemingly tossed aside. Russian armed forces have indiscriminately shelled and bombed populated areas, killing civilians and wrecking hospitals, schools, and other civilian infrastructure. Actions that may amount to war crimes. Enn beðið frétta af hermönnum og almennum borgurum sem hafast við í umkringdri stálverksmiðju í hafnarborginni Mariupol. Borginni sem Rússar segjast ráða yfir en Úkraínumenn hafnaða sé fallin. Talið að hundruður úkraínska hermanna og íbúa borgarnar hvíl nú í fjöldagröfum sem sést hafa á eftirlitsmyndavélum. There already has been a bloodbath. We're talking about 2,343, at least 2,343 civilians who have been killed. And we're talking about the summary execution of more than 300 civilians. We are very concerned. We're very worried about what's coming next. Rannsókn á máli hjúkrunarfræðings sem grunaðir manndráp á geðdeild Landspítala á síðasta ári eins og umfangsmesta sem lögregla hefur ráðist í. Hjúkrunarfræðingurinn hefur verið sviptur starfsréttindum sínum á meðan málið til meðferðar hjá lögreglu. Rannsókn málsins stóð yfir í rúma 8 mánuði eða allt frá því að tilkynnt var óvænt andlát sjúklings við geðdeild 33A í ágúst í fyrra. Krufning réttarmeinafræðings leiddi þá í ljós að sjúklingurinn, kona á 60-aldri, hefði kafnað. Töluvert magn af þykkum næringarvökva fannst í lungum hennar og útlit fyrir að utanaðkomandi hefði þvingað drykknum ofan í konuna með fyrrgreindum afleiðingum. Rannsókn hófst í beinu framhaldi en hún var gríðarlega umfangsmikil og yfir 20 vitni yfirheyrði í tengslum við hana. Þá spannar greinargerð lögreglu yfir 100 síður, auk þess sem leitað var út fyrir landsteinana til Evrópska endurlífgunarráðsins. Heimildir fréttastofu hermaða starfsfólk og geðdeild hafi viðrað áhyggjur sínar við yfirmenn sína vegna starfshátta hjúkrunarfræðingsins og talið hugsanlegt að andlát sjúklingsins hefði borið að með saknæmum hætti. Rannsókn lögreglu lauk í vikunni og nú komin til ákærusviðs. Landspítalinn vildi ekki tjá sig málið þegar eftir því var leitað en staðfesti að hjúkrunarfræðingurinn væri ekki lengur við störf og hefði ekki verið það frá því að málið kom upp. Það má sjá á vef landlæknis að hjúkrunarfræðingurinn ekki lengur með starfsréttindi sem slíkur. 2 starfsmenn Landspítala sæta nú rannsókn vegna gruns manndráp, annars vegar umræddur hjúkrunarfræðingur og hins vegar fyrrverandi læknir og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem talin hafa borið ábyrgð á dauðsföllum 9 sjúklinga sinna með tilefnislausum lífslokameðferðum. Það kom fjármálaráðherra óvart hversu lítinn hlut sumir aðilar keyptu í lokuðu útboði á bréfum ríkisins í Íslandsbanka. Hann segir ákveðin atriði við framkvæmdina þarfnast athugunar en að öðru leyti telur hann söluna hafa heppnast vel. Söluferlið hefur verið harðlega gagnrýnt innan þings sem utan. Fámennur hópur kom saman fyrir utan ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu í morgun þar sem ríkisstjórnin satt á fundi og krafðist afsagnar fjármálaráðherra vegna málsins. Bjarna burt! Bjarna burt! Ég nú alveg rólegur yfir þessu. Mikill meirihluti landsmanna óánægður með fyrirkomulagið á sölunni samkvæmt könnun Fréttablaðsins. Meðal kaupenda voru faðir fjármálaráðherra, aðilar sem til rannsóknar vegna fjármálamisferlis eða léku stórt hlutverk í bankahruninu. Það hefði mátt tekast betur til með framkvæmdina. Hins vegar ef við horfum á stóru myndina, þá hefur tekist afskaplega vel til við að losa eignarhald ríkisins, fá fjölbreyttan stóran hóp nýrra hluthafa sem greiddu tiltölulega hátt verð til ríkisins.
Já, þú ert ennþá því að þetta hafi verið vel heppnað. Já, ef við skoðum bara heildar niðurstöðuna og að því leiturinn til þá held ég að hafi verið gríðarlega mikilvægt að fá mikla þáttöku almennings, annara fjárfesta og fjárfestingu að utan. Þá kom flestum á óvart að stór hluti kaupenda voru litlir fjárfestar. Já, ég tek alveg undir það. Ég taldi sjálfur að við myndum sjá svona minnstu einstöku viðskiptin stærri heldur en að endanleg úthlutun var, en þessu hefur Bankasýslan svarað með þeim hætti að þeir hafi viljað einfaldlega tryggja fullt jafnræði allra. Fram hefur komið að hluti þeirra sem keyptu í útboðinu hefur þegar selt hlutabréfin í heild eða að hluta. Er það vonbrigði að þeirra hefur bara selt eftir nokkra daga eftir að útboðið fór fram? Það var algjörlega fyrir séð að einhverjir myndu geta losað með eignarhluti sína. Það verður að vera markar, það verður að vera eitthvað frambúð af bréfum. Þannig að í því tilliti er ekki slæmt að einhverjir hafi verið tilbúin til þess að losa með eignarhluti sína. Þýskur afbrotamaður hefur stöðu grunaðs manns í rannsókn lögreglunnar í Portúgal á hvarfi bresku stúlkunnar Madeleine McCann. 15 ár eru liðin frá hvarfi hennar. Hinn breska Madeleine McCann var alveg að verða 4 ára þegar hún hvarf af hóteli í Portúgal þar sem hún var á ferðalagi með fjölskyldu sinni. Þrátt fyrir gríðarlega umfangsmikla leit og rannsóknir hefur McCann aldrei fundist og enginn verið dæmdur fyrir að bera ábyrgð á hvarfi hennar. Portúgalska og þýska lögreglan hafa undanfarin ár haft þýskan mann að nafni Christian Bröckner undir smásjáni vegna hvarfsins. Hann hefur nú stöðu grunaðs manns. Hann hefur ekki verið ákærður en afplánar fangelsisdóm fyrir nauðgun og fíkniefnalaga brot í Þýskalandi. Madeleine McCann hvarf þann 3. maí árið 2007 og því aðeins nokkrir dagar í að 15 ár séu liðin frá hvarfi hennar. Samkvæmt portúgalskum lögum ekki hægt að útlista nokkuð sem grunaðan í sakamálum eftir þann tíma. Lögreglan í Portúgal segir eins vera tímamörkin hafi engin áhrif haft á þessa ákvörðu núna, það séu staðreyndir sem komið hafi fram við rannsókn málsins. Hinn grunaði var á ferðalagi Portúgal á húsbíl þegar Madeleine litla hvarf. Maðurinn sem strauk úr haldi lögreglu á þriðjudag var handtekinn ásamt 5 öðrum ungmennum í sumarbústað á höfuðborgarsvæðinu seint í nótt. Að sögn lögreglu hefur maðurinn verið færður í afplánun í fangelsið á Hólmsheiði en 5 var sleppt eftir yfirheyrslu. Rannsókn lögreglu beinist meðal annars að því hvort maðurinn hafi notið aðstoðar við flóttann. 1900 manns búa í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt nýrri skýrslu. Meirihluti þeirra eru erlendir verkamenn. Skýrsluhöfundar vilja að hægt verði að skrá fólk löglega til heimilis í slíku húsnæði svo að hægt sé að tryggja brunavarnir. Eftir mannskæðan bruna á Bræðraborgarstíg var ákveðið að kortleggja búsetu í atvinnuhúsnæði, safna upplýsingum ástand brunavarna og félagslegar aðstæður íbúa. Niðurstaðan var kynnt á blaðamannafundi í húsnæði slökkvilis höfuðborgarsvæðisins í dag. Fundurinn tók óvæntan snúning þegar útkall barst vegna eldsvoða og slökkvilismenn þustu inn í salinn, í bílinn og af stað. Síðan var fundinum haldið áfram. Alls eru ríflega 200 atvinnurými nýtt til búsetu, þar sem 1900 búa, þar af 19 börn. Hér á landi húsnæðisskortur og við þurfum að vinna að því að reyna að tryggja öryggi fólk sem býr í atvinnuhúsnæði. Hún segir mikilvægt að bregðast við með breytingum á reglugerðum atvinnu og íbúðarhúsnæði. Þannig þetta sé ekki endilega kannski óleyfisbúseta, heldur sé hægt að horfa á það að skrá til dæmis fólk tímabundið í atvinnuhúsnæði, þannig að það sé upplýsingar í raun og veru raunverulega búsetu þarna. Og þá getur við gert kröfu á slíkt húsnæði. Í dag megum við það ekki. Slökkviliðið ætlar að fara aftur í 50 hús þar sem fólk býr við hættulegar aðstæður og sjá til þess að brunavarnir verði bættar. Stundum var ástandi mjög slæmt en brunavarnir góðar og svo öfugt. Þannig að það er aðalega hólfun og reykskynjun sem var ábótað. 85% íbúana eru á vinnumarkaði. Næst fjölmennasti hópurinn eru Íslendingar en langstærsti hópurinn eru erlendir verkamenn. Þetta er ein birtingamyndin af húsnæðismarkaðnum á Íslandi sem hefur ekki getað skaffað ódýrt og gott húsnæði fyrir vinnandi fólk.
Lögreglan lagði í dag hald á styttu Ásmundar Sveinssonar af Guðríði Þorbjarnardóttur sem tekin var ófrjálsri hendi á Snæfellsnesi og sett inn í heimagerða eldflaug við Nýlistasafnið í Reykjavík. Málið er rannsakað sem þjófnaður og eignaspjöll en 2 listakonur hafa viðurkennt verknaðinn. Eldflaugin með styttunni innanborðs var tekin niður og flutt á Akranes þar sem lagt verður mat á hvort styttan hafi orðið fyrir tjóni. Lögreglufulltrúi á Vesturlandi segir í samtali við Fréttastofu að það eigi eftir að koma í ljós hvort ákæra verði lögð fram í málinu. Skipulagsleysi er höfuðástæða þess að húsnæðisskortur í borginni er eins mikill og raun ber vitni að sögn oddvita Miðflokksins í Reykjavík. Flokkurinn hyggst beita sér fyrir lækkun fasteignagjalda og stuðla frekari uppbygging húsnæðis fyrir alla. Miðflokkurinn kynnti í dag stefnumál sín fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Húsnæðismál eru ofarlega á baugi þar sem meðal annars verður stefnt að uppbyggingu íbúða í Gufunesi, Geldinganesi, Úlfarsárdal, Keldnalandi og Kjalarnesi. Þá hafnar flokkurinn borgarlínu en vill bæta flæði og umferðaröryggi með fleiri göngubrúm og færri gönguljósum, auk þess sem hann telur brýnt að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýri. Þá á að lækka fasteignagjöld og það sem brennur helst á flokksmönnum er að taka til í rekstri Reykjavíkurborgar, meðal annars með ráðningarstoppi eins og það er orðað í stefnuskránni. Það verður einhverjulega vera leiðileg kallinn í partíinu en staða borgarsjóðs er mjög alvarleg. Hún hefur aukið skuldir sínar meir en 500% á síðastliðnum 20 árum og hún er rekin með tapi 2 milljarðar á síðustu ári. Hún þarf að fjármagna sig með lántökum til að geta veitt bara lögbundna þjónustu. Þetta hafi stuðlað að miklum húsnæðisskorti og síhækkandi fasteignaverði í Reykjavík. Það er skipulagsleysi og þetta er að manna völdum sem við erum þessu sporum í dag að við getum ekki verið úthlutað lóðum til byggingaverktaka. Þá sé afar brýnt að bæta samgöngur en flokkurinn telur borgarlínu ekki skref í rétta átt. Ég tel ekki pláss fyrir hana. Og við erum núna í dag með innan við 4% sem eru tilbúin til að nýta almenningsvagnara og mér sýnist að meirihluti borgarstjórnar vill svona þvinga bílinn út úr borginni, út úr miðbænum til að geta þvingað einstaklinga til að fara að nota almenningssamgöngur. Hann segir að ekki síður sé mikilvægt að tryggja að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýri. Flugvöllurinn er ekki einkamál bara Reykjavíkinga. Þetta er samgöngum miðstöð allra landsmanna og við verðum að standa vörð um hana. Og stefnir í að þið verðið miðflokkur og flugvallavinir? Algjörlega 100%. Bandaríski leikarinn Johnny Depp og Amber Heard fyrir eiginkona hans takast nú á fyrir dómstólum eftir að hún sakaði hann að beita sig ofbeldi. Heard birtiði grein í The Washington Post árið 2018 þar sem hún segir Depp hafa beitt sig líkamlegu ofbeldi. Depp höfðaði mál gegn henni vegna ásakanana og hún kærði hann á móti fyrir ofbeldi. Talið er að réttarhöldin geti staðið í hálfan annan mánuð. Meðal þess sem kom fram eða hefur komið fram í dómsalnum eru skilaboð sem Depp sendi vini sínum, leikarana Paul Bettany, með hótunum gegn Heard. Sjálfur þvertekur Depp fyrir að hafa beitt Heard ofbeldi og segir að ásakanir hennar hafi kostað sig allt. It didn't happen. I've never struck Miss Heard. As I said yesterday, I've never struck Miss Heard. I've never struck a woman in my life. I'm certainly not going to strike a woman if she decides to make fun of a tattoo that I have on my body. Eftir rúmlega 1000 daga bið er nú loksins hægt að halda Andrésar andarleikana á skíðum í Hlíðarfjalli. Skipuleggjandinn fékk spennufall þegar mótið var sett á miðvikudag. Það mátti sjá bros í bland við einbeitingu á hverju andliti í Hlíðarfjalli í dag þegar 6 til 7 ára stelpur öttu kappi í stórsvíi. Og það er ljóst að þær voru allar komnar til að vinna. Þú vinnir þetta? Ég held það. Bara heim með byggarinn? Já. Heldur þú vinnir þetta? Já. Það er ekki alveg pottið? Hvernig gekk þetta leiðilega? Vel. Heldur þú vinnir þetta? Já. Ég held að ég verið í fyrsta sæti. Heldur þú vinnir? Já. Alveg pottið? Já. Kristinsdóttir, skíðafélagi Akureyrar. Eftir að hafa þurft að aflýsa leikunum undanfarin 2 ár er nú loksins hægt að halda þetta stærsta skíðamót ársins. Leikarnir voru fyrst haldnir árið 1976 og hafa síðan þá verið árlegur viðburður í Hlíðarfjalli. Þegar ég fór í skrúðgönguna á miðvikudaginn og sá stemmingun og allan fjöldan þá var svona ákveðið spennufall. Þetta er að fara að gerast eftir langa bið.
Rjómablíða hefur verið á Akureyri undanfarna daga og snjórinn í fjallinu því nánast á þrotum. Það var búið að vera hlýtt í allt og marga daga en þeir í Hlíðarfjalli eru búin að ýta til og hjálpa okkur og svo náðu að frysta hérna og þetta er bara gengið alveg upp á 10. Og veðrið, það verður ekki betra? Nei, við fáum ekki betra veður til að skapa minningar fyrir þessa krakka og ég held okkur að tekist heldur betur vel til. Já, í Kastljósi kvöldsins þá eru íslenska verkið á Feneyjatvíæringnum skoðað en í ár er það Sigurður Guðjónsson sem er fulltrúi Íslands á sýningunni. Einnig verður kíkt í heimsókn til Halldóru Þorvarðardóttur sem verður áttræð í haust en starfar enn sem blikksmiður og er ekkert af þeim buxunum að setjast í helgan stein. Og veðrið, útlit fyrir rólindisveður hjá okkur næstu daga enda hæð á sveimi kringum landið, góðar líkur á bjartviðri og hita á bilinu 8 til 15 stig yfir hádaginn en vissulega getur þokuloft við ströndina sett strik í reikninginn. Áfram líkur á næturfrosti en Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Kvennalandsliðið í handbolta leikur úrslitaleik sæti á EM gegn Serbíu á morgun. Almenn bjartsýni ríkir í íslenska hópnum. Þetta er bara það skemmtilegasta sem maður gerir. 90.000 manns tróðfylltu Camp Nou í Barcelona í dag þegar heimakonur tóku á móti Wolfsburg í meistaradeild kvenna í fótbolta. Og Tindastóll vann fyrsta leikinn gegn Njarðvík í undanúrslitum úrvalsdeildar karla í körfubolta í gærkvöldi. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Flugvélinni sem fórst í Þingvallavatni í febrúar var lyft af botni vatnsins í dag. Hátt í 60 manns tóku þátt í aðgerðinni sem tókst vonum framar. Sífellt fleiri vísbendingar berast mögulega stríðsglæpi í Úkraínu. Forstjóri Mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna segir stríðið vera hryllingssögu af mannréttindabrotum. Lögreglan hefur lokið rannsókn á máli hjúkrunarfræðings sem er grunaður manndráp á geðdeild Landspítalans og er það komið til ákærusviðs. Rannsóknin er ein sú umfangsmesta sem lögreglan hefur ráðist í. Hátt í 2000 manns búi í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt nýrri úttekt. Fjórðungur býr við hættulegar aðstæður vegna skorts á brunavörnum. Keppnisskap og leikgleði einkenndi keppendur á andarleikunum á skíðum á Akureyri í dag. Leikarnir eru nú loksins haldnir eftir langt hlé. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu eins og alltaf finna inn á og nálgast inn á ruv.is. En við á fréttastofunni vonum að þið njótið helgarinnar sem allra best. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hvers konar dýr eru sandlægja og sléttbakur? Veit ekki. Hvalur. Gettu betur á Bláþræði er skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem úrvalslið gleðigjafa takast á í fjörugum spurningaleik í anda Gettu betur. Ég er hérna